Flokkun, form og innihald falla saman og ég held að við getum sagt Davíðssálma að það sé ljóðaform hjartans og bænalífsins. Þetta sálmar sem spretta upp í íhugun og bæn. Sköpunargleðin og guðstrúin mjög nátengd ykkur með. Og svo ég tæki svona persónulegt dæmi, þá, ég veit ekki hvort þið vitið þá ég tómstundamálari. Ég málaði þessa mynd hérna fyrir nokkrum árum. Þetta á túlka Davíðssálminn 42 eins og hindin sem þráir vasslindir, þráir sálminn þig. Það var sem 16 ára. Og á sama tíma þá var ég í mikið langist og glímu. Ég hef nú ekki náð Matthíasi Jokkurssoni þegar hann fór flengriðina frá Vestfjörðum og hingað til Reykjavíkur, en það var eitthvað brjótast í sálminni og á þessum tíma þá skrifaði ég trúarlega dagbók. Og viti menn að þá fannst mér best að skrifa svona eins og Davíðssálmarnir voru. Svona límur sem einhvern veginn límuðu og hugsunin einhvern veginn þróað. Og þá fannst mér alveg sjálfgefið að þetta einmitt formið fyrir sem sagt hérna trúarlegu tjáninguna. Og ég held að sé einhver tengsl þarna á milli að þetta eins og nútímalög. Formið ekkert að þvælast fyrir manni. Og það held ég að sé í rauninu eðli Davíðssálmanna og í rauninu sálmanna okkar, að það þetta flæði, þetta beint frá hjarta. Og það skiptir svo miklu máli að það sé þarna. Svo kom til reynda að því að það aðeins meira form í Davíðssálmanum en þetta. Það er svona rytmi. Það ákveðið rím, sem kallað hugsunarrím. En seinna þá var ég kannski meira agaður og menntaðri, kannski. En þegar ég skoða þessa bóka þá veit ég hvort að mér hafi nokkuð farið fram allan þennan tíma. Hún reynda til. En svo var ég beðinn að þýða einstaka söngva fyrir Kristinnan kór sem ég var í. Og þá þetta svona orðin eins og áratöfundin hegðun hjá mér að verða að syngja Guði lof. Og nú hef ég verið að taka þetta saman og þá stend ég þegar vanda hvernig á ég að raða þessu upp. Hvernig fer maður að því? Þá hef ég svona fundið til með þeim sem voru settu í rauninu saman Davíðssálma, hvaða hugsun liggur þar á bakvið. Og það held ég að sé nefnilega nauðsynlegt fyrir okkur og getur verið lærdómsríkt að átta okkur á því hvaða röklega samhengi það sem er í Davíðssálmanum og líka í sálmabókum kristinna manna. Þá hef ég eiginlega komist að því að það eiginlega þessar tilfinningar trúarlífsins sem verið að rækta með, þroska með okkur í þessari framsetningu. Við getum eiginlega talað þrjá svona meginflokka og það eru þá eða stef. Nú hafa menn reynt að flokka Davíðssálma og þetta hefur verið dálítið erfitt og menn alls ekki sammála hvernig að flokka þessu. Svo ég held að sé eiginlega betra að nota bara hugsunina stef. Og Þórir Kári Þórðarson, hann kenndi okkur það í Gammaltestamentisfræðum og notaði það dálítið. En þetta eins og stef í tónverki meira. Það kemur í einum sálmi og í öðrum sálmi, svo kemur annað stef á móti, þriðja stefið og einhvern veginn verður þetta flétta. En maður getur séð að sálmarnir að þeir eru eins og hafa svona ákveðin einkenni, ákveðina áherslu. Himnarnir sem til lofs, sem eiginlega latínan, stendur fyrir lofsöngva og athvarfssálmar eru svona einn flokkur þar sem Guði sungið lof.
Það eru sálmar trú og trusts, athvarfssálmarnir, en það er svona einkenni eða tilfinningi, það er trúna trustið sem við höfum í þessum sálmum. Guð er gefið dýrðin, Guð er tilbeðinn, hátign nafn hans verður allt í öllu. Það er þessi frelsandi tilfinning að gleyma sér stund í lofgjörð. Við eigum svona góð sem með þessa hugsun, mér finnst svo góð, með að gleyma sér stund og maður bara með Guði. Þetta er þessi lofgjörðin og trúnað tröstin, og það er eins og grunnurinn bæði í himnunum, lofsöngunum og athvarfssálmunum. Og svo er það angurljóð og þar er tilfinningandi iðrun, sársauki lífsins, ótti og angist og það er alveg ótrúlegt raunsæi. Það er svona dálítið yfirdrifið kannski í lýsingarnar. Sálmarkáldið finnst að vera í glötunar gröfinni, hyldýpið að drekkjónum og hann rópar og kallar. Það er svona dramatíska lýsingar og það er svona held ég til þess að Matthías Jochumsson og þessi stóru sálmarkáld okkar að þau finna sig þarna. Þetta er svona rómatíska stefna. En samt það er samt aðri tónar til þessi svakalegt raunsæi. Það er þessi eigi við Biblíuna alla að horfast í augu við hlutina eins og er. Það er gert í þessum angurljóðum. Og það er lærdómurinn sem við getum lært af þessum sálmum. Það er að við megum tjá okkur þannig við Guð. Við megum segja honum bara hreint út það sem býr okkur hér. Það er það sem angurljóðin kenna okkur. Og svo er að þakka sálmarnir og tilfinningin þar er undrun og þakklæti. Og það er litið þá gjarnan tilbaka frelsum Guðs og björgun úr ýmsum háska og Guði þakkað. Og gjarnan er það því að miskunn hans varir að eilífu, því þetta kannski þetta stef í einu sálminu ástæðan er gefin í lofkjörn, þá eins og tínir í biðjan sálmaskáldið sér í því að hugsa bara Guð, gleyma öllu öðru. Í þakkargjörðin þá er eins og hafi verið gengið í gegnum angistana, erfiðleikana, horfst í augum við þá. Kvartaði út í Guðinn, nöldraði í honum. Hann ákallaður og jafnvel píndur til þess að setjast niður og fara eftir því sem ég vil. Það er liggur við að slúk tilfinningar hérna. En þetta eru hérna mannlegu tilfinningar sem koma fram. En svo þetta að Guð hann hjálpar. Og það eru þessi meginflokkar sem ég langar til þess að við dveljum við í kvöld og reynum að átta okkur á. Tilfinningarnir í Davíðs sálmur. Ég á ekki hugmyndina þessu. Lúther, meistari minn í bæn, hann kennir þetta tilfinningarnar og þess vegna hefur ég gjarnan að kalla hann bænamann fyrst og fremst. Hann talar tilfinningarnar í Davíðs sálmunum. Siðbótin á rætur sína dálítið í Davíðs sálmunum. Lúther er að glíma við Davíðs sálm og ritfinningu þeirra þegar hann gerir sínar uppgötvanir. Hann er að lesa þetta fyrir munkunum í klaustrinu og útskýra, og hann er líka að fást við ritfinningu raunveruleikans. Og þessi tveir textar er það sem eru raunverulega þessum vekur. Hér er smá texti eftir Lúther í inngangi að Davíðs sálmum. Í þeim lítur þú inn í hjarta dýrlingana eins og inn í fagran garð, já eins og inn í himininn sjálfan, og í garðinum sérðu spretta upp fögur, björt og heillandi blóm. Blóm allra gerða af fallegum, gleðilegum hugsunum Guð og náð hans. Aftur á móti, hvar er að finna orð sem tjá sorg á dýpri hátt og mála upp þjáningu og umkomuleysi á meira talandi máta en orðin sem mynda harmljóð sálmanna.
og þá mátti ég til með að skella upp þessari mynd hérna eftir Turner, málarann sem heitir Snjóstormur, gufubátur í hafnarmyndinu. Það sem háski. Og þetta sjáum við þess að annars vegar myndi sem ég málaði þetta hindina, það í fallegi garður, það háski. Þið sjáum þessa stóru spennu sem Lúther talar Svo heldur hann áfram. Drögum nú saman, ef þú vilt sjá heilaga kristna kirkju málað í glóandi litum og í raunverulegri lifandi mynd og þetta allt með yfirsýn, þá verður þú að taka fram sálmana og þar hefur þú í hendi þinni fínan, ljósan, hreinan spegil sem sýnir þér hvað kristindómurinn í raun. Já, þú finnur sjálfan þig í þessum sálmum og kynnist sjálfan þér í sannleika og Guði sjálfum og allri hans sköpun sömuleiðis. Þetta ekki lítil orð. En það þarna eins og hann uppgötar þetta að trúin ekki að framkvæma eitthvað. Trúin að vera. Að eiga þetta traust á Guði að hann sé okkar elskhugi faðir. Það fagnarætti. Það að vera evangelískur. Að sjá, hafa þessa sýn og mátti til að skella þá upp þessari mynd sem skýringarmitt til Chagall. Hann gyðingur og málar þarna Krist á krossinum og að túlka þjáningu og ofsóknir sem gyðingar eru fyrir í Rússlandi. Sjá að þeir á flótta. Húsin þeirra brennt. Þetta fiðlarinn á þakkinu í myndformi, getum við sagt. Þetta svo þjáning sem þar var. Og hann málar Krist með bænasjál gyðinga til þess að tengja hann við gyðinga. En Lúther, hann sér Krist í Davíðssálmum. Og hann les spádómana út frá því og það einkennir í rauninni hans túlkun á Davíðssálmunum og Gunnlaugur Jónsson bendir á það að hann lesi það út frá stjörnunni sem Jesús Kristur.